Já, takk fyrir það María, við erum hérna í Blómabúð Akureyrar og hérna er Gunnhildur með mér og við ætlum að föndra saman krans, eða kannski aðalega þú. Já, ég skal aðeins sýna þér hvernig maður gerir krans. Hvað ertu með hérna á borðinu? Ef þér skildi nú detta í huga að fara að henda í eitt krans. Já. Hérna, ég er með alls konar greni og það er rosalega fallegt að blanda þessu svolítið saman þegar maður er að gera kransinn. Verður hann meira svona fluffy og flottur. Já, já. Og þetta er svona aðalgrenið, bara normanslínurinn. Þetta er sem maður þekkir alveg? Þetta sem maður þekkir, já. Svo er ég hérna með silkifuru. Það er þetta hérna, já. Já. Svo er þetta búksusinn og hann er svona notaði meira bara svona sem skraut í kransinn. Já. Og svo höfum við hérna, þetta ljósa. Það er líka rosa fallegt og gerir svona bara flott lúk á kransinn, er þétt og flott greni. Svona aðeins blá-grár tónn í þessu. Og svo erum við hérna með hælsnalappir kallaðar. Þær hérna eru líka mjög fallegt skraut. Já. Og þá er bara hérna hægt að fara að byrja held ég. Já, einmitt. Hvar byrjarðu svona? Sko, maður byrjar náttúrulega á að klippa svolítið. Og ég ætla bara aðeins að sýna ykkur hvernig maður klippir grenið því að það er ekki alveg sama. Maður þarf alltaf að klippa það. Þannig að hérna klippurnar koma hérna upp á móti, þannig að sárið er hérna og hérna megin snýr það niður, þannig að ef þú ætlar að nota þessa grein áfram, þá sést ekki sárið. Já. Ef þú myndir klippa það svona, þá er þetta ekkert fallegt, þú veist, næsta grein hérna í kransinn. Já. Þannig að það er nýtur allt betur. Já. Já. Þannig að það er svolítið atriði, sko. Akkurat. Svo er mismunandi lykt af þessu öllu saman. Já. Það er það. Og gott að bara blanda þessu öllu saman. En svo er hérna líka, þegar maður byrjar á kransinum, þá skil ég eftir hérna smá enda og sný upp á hérna. Já. Og gerir hérna smá lykkju og svo þegar við erum búin, þá sýni ég þér hvað hérna, til hvers þetta er notað. Ok. Og þá er bara að byrja og þá bara raðar maður svona nokkrum greinum. Þetta hefur gert nokkru sinnum áður? Já, nokkru sinnum. Einn og einn krans hérna. Já. Og svo byrjar maður bara að blanda. Og svo vorum við hérna með smá túju líka, ég gleymdi að nefna hana hérna áðan. Já, já. Og þetta eru mismunandi svona græni tónar í þessu líka, þannig að þetta verður allt saman mjög svona fjölskrúðugt þó þetta sé í sama litnum. Það verður það og þeir skreyta sig í rauninni alveg sjálfir. Það þarf ekkert endilega að setja mikið skraut á það. Nei. Sumum finnst þeir bara flottastir svona eins og þeir koma fyrir. En það er ekki ákveðin regla, ég tek fyrst þennan og svo þennan, þú svona... Nei, mér finnst betra bara að gera þetta svona eftir hendinni. Stundum þarf ég að hérna, aðeins að máta og hætta við og þá bara finn ég mér nýjan. Já, já. En það þarf að vera svolítið náttúrulegt líka, þetta má ekki vera ofreglulegt. Já, nei, það má náttúrulega ekki vera ofreglulegt. Það er alveg þannig. Þessi er til dæmis svolítið þykkur, ég ætla að geyma hann, minnst hann ekki alveg nógu góður. Þá kannski klippur af honum? Já, breyt honum aðeins, svo þetta komið. Maður finnur það strax komið svolítið kvoða svona á fingurnar. Já, það er rosalegt lím, sérstaklega í silkifurinni. Já. Hún svona er erfiðust í þessu, maður verður rosa skítur af þessu. Ég er stundum orðin alveg svört hérna. Er það ekki? Og löngum dögum hlýtur að fara... Já, maður þarf stundum að fara og þvo sér. Einmitt. Þetta er alveg að verða tilbúið núna. Nú er þetta alveg að klárast hjá okkur. Ég ætla bara að sýna ykkur hvernig maður lokar hringnum. Þá fær maður aðeins að íta greninu hérna upp og tróðast hérna undir. Og svo er það bara síðasti hringurinn. Þá setjum við eina svona góða hér. Svo legg ég hann niður aftur og fletti þessu hérna svona upp. Svo er bara að finna réttu greinarnar hérna. Já. Það með ekki vera of stórar og ekki of litlar. Og þá er lykkja sem þú setur þarna í upphafið. Já, nú kemur að henni nefnilega, sko. Sko, svo snúum við kransinum hérna við og þá er lykkjan hérna megin og þá bindum við hérna þessa víra saman, snúum svolítið vel upp á þá. Og
svo kemur hérna lykkjan þá til þess að hengja kransinn upp, sko. Já, einmitt. Þá það lokahnykkurinn og svo stingur maður bara vírónum hérna inn í kransabotnin. Þá hann ekkert að skemma neitt. Svona. Þá bara komin hérna kransinn. Glæsilegur, heldur betur. Og svo stundu verið að leika sér að setja á hann köngla eða eitthvað? Já, svo sumir vilja hafa alls konar skraut, bæði slaufur og köngla og kanilstangir og eitthvað svoleiðis. En sumir vilja bara hafa hann svona. Akkurat. Þetta ótrúlega fallegt bara að leyfa greninu að njóta sín. En þú sjálf, nú vinnur þú hérna í blómabúðinni. Hvernig skildir þú? Hvernig myndir þú vilja hafa svona krans? Ég myndi vilja hafa hann svona frekar einfaldan. Og og hýjasinturnar mínar eru bara mjög einfaldar líka. Já. Það bara hýjasintan og svo smá mosi. En svo skreyti ég með alls konar styttum og svona einhverju jóladóti. Þú voru hrifin af hreindýrum. Já. Þau eru svolítið svona í mörgum hillum hjá mér. Já, mitt. Já. Ég skreyti helling. En eins og núna fyrir jólin, sko. Er það þessi kransar eða er það hýjasinturnar eða túlípanarnir? Hvað er það sem fólk helst að sækja? Sko, fólk byrjar í krönsunum. Fólk að gera þá kannski í bara allan desember. En svo koma hýjasinturnar bara, þú veist, þær byrja bara rétt fyrir jól. Fólk yfirleitt svolítið seint að fá sér hýjasinturnar. Já. Og svo það túlípanarnir. Þeir afar vinsælir. Og það líka bara svona korter í jól. Þetta þarf alltaf að vera flott á aðfangadag, sko. Akkurat. Þannig að og svo það svona stærri vendir líka sem fólk að fá sér og þá það þessir stærri vendir. Já. Og það amaryllisinn, sumir vilja hann. Hann kemur líka bara fyrir jólin, þannig að mörgum finnst hann vera jólin. En það rauðir túlípanar alveg? Það sko bara held ég 90% rauðir túlípanar. Og svo breytist það bara milli jól og nýjárs, þá fer fólk í annan gír. Já. Og fær sér kannski hvíta eða fjólubláa túlípana fyrir áramótin. Já. Þannig að það bara ýmislegt. En á leiði og svoleiðis, hvað fólk að? Já, þá það leiðisgreinarnar. Það fer alltaf mikið af þeim. Og sumir vilja fá einhverja svona kransa og aðrir svona krossa. Já. Og svo höfum við aðeins verið að gera svona hjörtu líka sem líka fallegt að setja á leiðin. Já. En þessi krans hérna, hann klár svona, þú myndir alveg bara samþykkja hann og útskrifa hann svona? Já, hann bara útskrifaður svona. Já. Heyrðu, þá sendum við boltan aftur yfir í stúdíu til hennar Maríu. Kransinn klár og fáanlegur hérna í Blómabúð Akureyrar.